Til að fá tölvur til að skilja íslensku, svo hægt sé að eiga samskipti á íslensku, þarf mikið magn gagna á formi lesinna setninga. Almannarómur, Deloitte og HR þróuðu því vefinn Samróm, en þar getur íslenska þjóðin með einföldum hætti lagt íslenskunni lið. Raddgagnasafnið Samrómur verður notað til þjálfunar máltækni hugbúnaðar fyrir íslensku, enda veltur framtíð tungumálsins á að við getum notað það í stafrænum heimi. Þróun máltækni fyrir íslensku er samstarfsverkefni fræðasamfélagsins, atvinnulífsins og íslensku þjóðarinnar og hefur það lokamarkmið að íslenskur almenningur geti notað móðurmálið í samskiptum við fyrirtæki og stofnanir, tölvur og tæki. Á því 1,5 ári sem verkefni hefur verið í loftinu hafa 20.000 manns tekið þátt í söfnuninni og lagt sína rödd að mörkum. Fólk af öllum aldri og öllum kynjum. Þó hafa konur verið áberandi fleiri þegar litið er til fjölda upptaka. Það skiptir máli að tæknin verði aðgengileg sem flestum. Því höfum við lagt sérstaka áherslu á að fanga fjölbreytileika tungumálsins okkar og hafa 100 manns með annað móðurmál en íslensku lesið inn. Það er ennþá hægt að taka þátt. Allir sem hafa aðgang að síma, tölvu eða spjaldtölvu geta lagt sína rödd inn í verkefnið. Viðkomandi opna vefinn samromi.is og smella á taka þátt. Þá birtir vefurinn lesurum setningu sem þeir lesa upp átt og með eðlilegum hætti að lesturinn með loknum fer upptakinn í gagnasafn Samróms. Með sameiginlegu átaki verður hægt að skapa gagnasafn sem nægir til þess að standa undir þróun í máltækni fyrir íslensku ókomna tíð. Þegar söfnunin er lokið verður gagnasafnið gefið út með opnu leyfi líkt og allar aðrar afurðir máltækniáætlunar. Við höfum unnið hörðum höndum að því að yfirfara upptökunar sem þegar eru komnar. Það er ekkert lítið verk, enda að viðtökunar hingað til verið algjörlega stórkostlega. Á næstu vikum verður fyrsta útgáfa gagnasafnsins gefin út ásamt svokölluðum uppskriftum sem má nota til að þjálfa talgrina með gögnunum. Þeir sem vilja þróa lausnir fyrir íslenska tungu geta notað raddgagnasafnið endurgjaldslaust til að mynda fyrir íslenskt raddstýrt viðmót í tækjum og tólum, rauntímatextun á sjónvarpsefni og rauntímaþýðingar.